Ok. All right. Erum við ekki sætar? Þeir eru mjög sætar. Má ég ná í kaffi? Já, þeir eru gerðið það. Ég kom með þess að Ok, hlutum út bara eitthvað. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Heyrir alveg mikrofóninn. Hann heyrir... Ég ætla að setja þessa á Já. og bara Halló. Það er svo ógeðslega þungt loft hérna inni. Já. Heyrðu. Testing. Já, en mikrofóninn þarf að vera sko. Gleðilegt nýtt kínverst ár. Ég ætla að segja það aftur. Hvenær byrjaði það? Ég held að það byrjaði í gær. Ok, það er viðarsnákurinn sem er mættur. Viðarsnákurinn. Já. Og ég er ekkert expert en mér skilst snákur er rosa mikið svona, hann auðvitað setar skinn, þannig að húðin hans, þú veist. Já. Og það er eitthvað svona líka eitthvað nýtt 20 ára tímabil að byrja í vestrænni, stjörnuspá eitthvað með Plútó og eitthvað. Og svo er nýtt tungl í Vatnsbera. Síðan er eitthvað 17 ára sem, eða 16 ára. Já. Já. Eitthvað nýtt svona. Ég er ógeðslega léleg að útskýra svona stjörnuspeki. Ég er alltaf að skoða þetta. Ég meika náttúrulega ekki ennum starffræði part í þessu. Nei. En ég held að þú sér samt betri að segja frá svona hvað er í gangi. Sumt er man ég vel og annað ekki. Þetta er svolítið svona eins og, þú veist, maður man karaktereinkenni, þú veist, einhverja stjörnumerkja, en svo önnur ekki, af því maður þekkir engan í þeim eða eitthvað. Já, ég veit. En sko, ég auðvitað gerði það Siggi Ólason plötuna. Já. Það var sko, af því þú veist, það sem sagt dóu 2 vinir mínir, en svo var það líka rosa tengt, þemað var þetta Uranus í Taurus, þú veist, sem er, það heit hún Lost at War, af því að það var sko, að Uranus í Taurus, sem er núna til 2026, það var síðast 1936-42, sem sagt seinni heimsstyrjöldin, Great Depression, og það átti að vera svona svipu minni núna, og bara Smackdown þegar að byrja. Þetta er í, held ég, 8 ár eða eitthvað. 2018, 2026. Býtu, heitir ekki Siggi Ólafs á Facebook út af þessari plötu? Nei, það kom á undan, sko. Það var bara eitthvað djók. Já. Það er önnur saga. Já. Siggi, og svo kom listanafni seinna. Já. En En ef fólk allar að finna þið, þá þarf að finna Siggi Ólafs. Eða Berglind Ágsdóttir, það er líka hægt að finna það. Er það? Þá finnum við það á Facebook. Það er meira svona like-síða, svona listasíða, myndlistasíða, þannig tónlistar. En sem sagt, í þessu Uranusi, þá er sömu minni, þannig að þú Smackdown þegar það byrjaði, þá kom bara COVID, svo kom Putin og núna, þú veist, Ísrael og Gaza og US að vera vangefið og þú veist, þetta er búið svona svipu svona átök. Já. En líka svona framfærir í vísindum og svona, náttúrafegurð, vélmenni. Náttúrafegurð og vélmenni. Það var náttúrulega alltaf svo mikla framfærir, vísindalega framfærir, tæknilega framfærir í stríðum. Já. Það fylgir. Já. Þeir eru bara að gera eitthvað tilraunir hann á okkur fólki eða eitthvað hræðilegt. Klikka eitthvað. En nei, sko, Siggi Ólason var bara svona grín, af því að ég sem sagt hætti á Facebook einhvern tímann, eyddi öllu Facebookinu mínu og bara eitthvað ógeðslega mikið að myndum, ógeðslega mikið að dóti og því ég var í ástarsorg og ég var svo dramatísk, ég var bara, ég er bara alltaf á netinu og bara eyddi öllu og svo var ég komin í einhverja hljónsveit. Það er undir ógeðslega gott að eyða öllu svona, en það var svona fyrst eins og maður hefði bara dáið, fólk bara fattar ekki að hringja í mann og bjóða mann í ammæli. Það heldur bara, sem býður manni bara á Facebook, eða fattur. En svo var ég hljónsveit og við þurftum eitthvað að tala saman og þá gerði ég bara svona John Doe, svo Siggi Ólafs, það er bara svona eitthvað grín, sko. Þýddi ekki neitt. En svo seinna gaf ég því meiningu, skilur. Notaði það sem listamannanafn. En fyrst var það bara eitthvað svona eins og John Doe, eitthvað. Já.
Ég man alveg eftir því, þú veist, þegar maður var búin að vera nokkur ár í Facebook, þá held ég að maður að fatta bara hvað þetta væri eitthvað vont. Ég mitt hætti eitthvað tímann og síðan gerði eitthvað prófíl af því mér fannst ég að dáið, þú veist, Api Mangus og og svo bara, þú veist, opnaði gamla reikningin, en þú veist, ég held að maður hafi bara átt þess á, þú veist, bara frekar snemma, bara, ok, fokk, þetta ekki gott, sko. Þannig er maður búin að vera í nokkur ár á Facebook. Já, maður alveg nokkur ár bara. Já, og síðan bara alltaf bara, þetta en ég held líka, sko, það búið að blanda svo mörgu inn í þetta, þú veist, eins og ég bjó svo lengi út í Berlín og þar þetta allt öðruvísi, þú veist, að þú ert að fara í partí, þá færðu SMS eða fólk lætuði vita, word of mouth, þú veist, það einhvern veginn, minnst þess að allt inn á Facebook á Íslandi, skilju. Ég veit það. Og úti, þú veist, fólk ekkert að pósta myndum og barnaðamælum og þú veist, fólk bara miklu private meira, finnst mér, sko. Og það meira svona þetta Telegram og WhatsApp og allt þetta fólk að nota rosa mikið. Facebook finnst fólki svolítið halló, en hérna einhvern veginn allt á Facebook, kennara, þú veist, æskilur bara vinnustaðir, allt einhvern veginn að nynni, skilju. Já, ég veit það. Þannig að foreldrafélagið eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég óslega fegin, ég var hökkuð á Instagram, ég var ógeðslega fegin að það gerst. Já, þú ert bara frelsi. Ég bara, þú veist, að því ég gat ekki hætt. Nei. Ég var háð Instagram, sko. Já, ég háð því, sko. Ég var bara, þú veist. En þá líka, sko, að því það er svo erfitt fyrir mann að eyðast, að þetta er svo mikið. Það er bara einhver sem að gera það fyrir þig. Þetta er bara eins og að fara í meðferð eða eitthvað. Þú veist bara, ok, nú er ég hætt. En þetta var gert fyrir mig og þetta var æði. Þetta er einhverju Bitcoin gaurar eða konur sem eru með reikningi minn. Ég sko, þeir að segja sumar svona samsæðiskenningar eða svona einhverja hugmyndir að interneti muni bara deyja að því að verður svo mikið af svona bottum. Það verður svo mikið af svona gerfi profiles. Nú er það að byrja svona gerfi Instagram og gerfi, þú veist, einhverja svaka skuttlur sem eru bara ekkert alvöru, eru bara fake, alveg. Ég veit það. Og þá verður bara svo mikið af því, þannig að fólk er að rífast alltaf við einhverja botta í kommentkerfum og eitthvað. Og það muni bara svona slowly drepa interneti. Það verður svo leiðilegt að vera allavega þessar social media, minni. Ég finn allavega bara, ég er svona, byrja að vera á Varbergi. Bara með svona vídeo og alls konar sem ég er að sjá. En samt er ég líka svolítið svona opin fyrir hvað eitthvað svona gervigreind var að gera. Það er óslega mikið af svona New Age-vídeóm sem ég er alveg svona mjög svolítið heillandi en líka bara eitthvað svona, veistu hvað ég menna? Já. Ég er alltaf í lagi kannski að vera ekkert alveg bara skítræddur eitthvað að fela sig, af því maður það kannski líka skilja hvað er gerast. Eða ekki, eitthvað hlutaði? Jú, eða svona sjá eitthvað svona, reyna að sjá eitthvað svona heildamitt, en síðan er maður alltaf bara að sjá bara eitthvað sem maður hefur áhuga á. Já. Þú veist, maður veit svo lítið í raun og veru, sko. Já, algjörlega. Og það er auðvitað alltaf að vera líka, hvað sem fóðramanns eigin áhugamál og hugmyndafræði, skilju. Þú sérð alltaf bara það sem algoritmi vill sýna þér og svo kannski einhver annar á allt öðrum skala en þú að sjá nákvæmlega það sem, þú veist, þannig að það sem maður heldur heiminn er maður alltaf að sjá einhvern veginn. Og þá verður þessi tvístringur á milli fólks þar sem að þú veist, það er bara þú ert hér og ég hér og þú veist, svo er kannski fólk miklu líkara en maður heldur þegar bara að tala saman. Já, við erum óslega lík. Já, vilja bara allir eitthvað elska mömmu sín og pappa sín og vera góð og nákvæmlega vera elska. Mega matinn og vera elskuð og eitthvað. Skilur við? Þú veist, en já. Mér er samt allt spennandi svona sem er að gerast núna svona með consciousness. Eða sem sagt, eins og hefur hlusta á þetta podcast The Telepathy Tapes. Nei, en ég voða mikið í telepathy. Ég er alltaf eitthvað telepathy. Já, þetta voru sem sagt, þetta eru rannsóknir sem voru gerðar á börnum sem voru einhver og tala ekki og þau lásu 100% hug móður sinnar. Já. Og ég er ekki komin langt inn í þetta, ég er bara búin með eitthvað 1,5 þátt en þannig að
þetta er bara svakalegt, sko. Já. En það getur líka gerst til dæmis eins og sko fólk sem neurodivergent eða svona eins og ADHD, þau eru oft svona hypervigilant af því þau eru alltaf að gera allt vitlaust, svo samkvæmt einhverju normi og segir hluti vitlaust og þess vegna cancel culture líka flóki fyrirbæri finnst mér, af því að þú veist, fólk með neurodivergent, það er oft bara, segir bara eitthvað sem hugsar og það er ekkert vont á bakvið að það bara kemur vitlaust út, skilur, og þá þarf það að maska sig. Og svo ertu kannski líka með tráma ofan í það, þannig að þú ert með neurodivergent og tráma og þá getur fólk verið svo hypervigilant að það les ekki beint hugsanir en það les öll míkróskilabóð sem fólk er að senda frá sér, bara eitthvað svipur, hvernig þú veist, fattur að bara lítur niður að gera eitthvað og þú getur verið bara í hópa fólki og þú ert að lesa alla hvernig öllum líður og þetta er svo mikið álag að því þú ert svo vigilant, skilur. En þetta er líka hæfileiki, ég meina að þú veist, væri njósnari eða eitthvað, þá verður bara eitthvað að sá að þessi leiti þessa átti þangað, eða þú skilur, en þetta er bara, þannig að það er kannski líka það sem gerist, að það er ekki beint að maður lesi hugsanirnar alveg bara, þú veist. En þau gera það. Já. Í þessu podcasti. Já. Þau eru sikkur á herbygginu, sko. Já. Og þau geta vita, mamman er að lesa ykkur bók og þau geta stafað, þú veist, orðið í bókinni, sagt hvað mynd er. En sko ég held að þróunin verði svona. Ég held að sko social media og það kemur eitthvað stríð og það kemur eitthvað klikkað og þá mun eitthvað gerast og við förum öll vonandi flest á aðeins herra level og þá þurfum við ekki þess að síma lengur, við getum bara að tala bara það. Ég held að sé allir að fara þangað. Tekur kannski einhver ár, en þú veist, finnur þú ekki oft eitthvað svona? Jú, ég get, og það eru sumir sem ég get tala við. Já. Þeir eru svona mjög háu frekvensi. Já, ég líka. Já. Alveg. Bara. Það er eitthvað svona, og svo er líka allt þetta sem að maður læri þessum krakki, þú veist, eins og kannski maður dreymdi fyrir einhverju eða maður fattaði einhverju óléttur áður en að jafnvel viðkomandi fattar það eða maður fattar hvað fólk er að fara heim saman áður en það fattar það sjálft. Þú veist, það er ofta eitthvað svona sens sem við erum öll með. Ég held að sé ekkert, við bara öll þú veist, tengdin í það. Ég held líka bara að við vorum in the jungle, sko, það voru miklu tengdari plöntunum og orkum og já. Við erum svo rosalega mikið í hausnum, sko. Hvað er hérna in the jungle? Er það ekki eitthvað setning þarna? In the jungle we are all... Eitthvað in the jungle? Æ, ég veit ekki. Afrikupresturinn heilagur, skál. Afrikuprestur. Ég stali þessari setningu frá þér í diskolag. Þesta mann ég hana alltaf. Alveg rétt. Social suicide is fine, skerpir heila og einbindingu, brjótu fleiri kassa og svo kemur þetta Afrikupresturinn heilagur. Er þetta fyrsta plataðin eða hvað plata er þetta aftur? Nei, þetta er hérna Company B. Ertu hræddur við liti? Ég dyrka þessa plötur, sko. Þú ert alltaf bara, þú ert eitthvað svona legend, sko. Þú ert eitthvað svona underground legend í alvörunni. Hvað segir alltaf sonur minn? Þú ert underground legend. Hvað er núna að gerast? Hvað stikkar þetta? Ég veit ekki, ég fann þetta í eldhúsi. Ég er að reka illa anda hérna úr stúdíónu. Mér leið samt svolítið svona að það búið svo klikka ár. Ertu búin að finna, hvernig er árið hjá þér? Ertu búin að vera... Já, þetta er búin að vera svolítið þungu í janúar, ég var að segja það. Mér finnst það einmitt öfugt, mér finnst búin að vera svona brjálar orkur út allt. Þú veist, fyrst þarna verður þetta hræðilegt þetta dauðsfall þarna hjá vinum mínum þarna Árna. Og það einhvern veginn, og mér fannst samt bara þegar ég vaknaði nýja árinu sem ég var í annarri tímalínu. Þú veist, það bara eins og allt hafi breyst. Í alvörunni? Já, og mér finnst allt búið að vera bara búm, búm, búm. Og ekkert sko fyrir, ég veit ekki, vinur minn datt rosa illa, þetta dauðsfall, og var eitthvað svona átök út allt og þetta Trump og... En svo líka bara leið mér eins og ég hafði eitthvað breyst. Mér bara vaknaði og mér leið eins og ég var í annar ég veit ekki hvernig ég útskýra það. Ég var bara með rosa mikla orku, mér leið ógeðslega vel, mér fannst ógeðslega sæt, þú veist, ég bara eitthvað. Og kannski líka út af þessu dauðsfalli, það var eitthvað svona, sorgin er líka svo klikkuð, þú veist, og falleg líka. Og það er líka eitthvað svona, þá hugsa maður einhver svona öflug karakter.
ég veit ekki, þetta er svo flókið. Mér fannst þetta svona sjá hann allstaðar og finna fyrir honum allstaðar og heiminin og kannski ég bara eitthvað trippa eða eitthvað. Nei, alls ekki. Ég held að ég hef verið downgrade tímalínu, sko. Já, ok. Ég hef verið svona, nei, þú verður að fara aftur tilbaka og læra eitthvað meira. En getur maður ekki bara verið svona hopp á milli, svona jazz á milli? Jú, en síðan líka Gauti búin að vera úti og þú veist, það er bara svo leiðilegt að búa einn dísis. Þér finnst það alveg gaman? Nei. Nei, það er eitthvað ógeðslega klikka við það. Ég er komið með leigjanda, það getur líka verið það. Það er alltaf hreint og fínt og alltaf gerast heima af því að það er einhver heima. Já. Ég veit ekki hvort alltaf hreint og fínt, en það er svona miða við. Já. Þú veist, ég er ein og verði rosa dysfunksional. Ég held að þetta sé bara óeðlilegt. Já. Eða, þú veist, sumum finnst það ógeðslega gott reyndir að búa einir, en þú veist, það er eitthvað svona, bara svona, fara að sofa einn, vakna einn, eitthvað, það mest ekki gaman. Ég er enda að sefa ein og vakna ein, eða þú veist, hann er leigjandinn nú bara í öðru herbyggi. Já, en það er eitthvað í húsinu. Já. Það er sko róa sér taugakerfið. Ég finn bara, þú veist, taugakerfið mitt bara, og jafnvel þó hann sé ekki heima, bara því að hann á heima hana. Það er einhver sem kemur stundum, þú veist, það er bara svona, ég sef miklu betur, sko. Já, þetta. Og bara verður eitthvað svona, en það er líka eitt, það er eins og, ég veit ekki, bæði finnst mér eins og það sé koma svona kraftur, eins og Árni sé alls þar og senda kraft í allt, en svo líka bara er eins og fullt af svona thought forms og svona demons og svona hlutum sem eru búið að ásækja mig bara í 20 ár, er bara ekki annað lengur, eru bara farnir, ég er bara búin að einhvern veginn blása það út eða eitthvað. Vá, þetta er alveg öfugt í mér, ég held að það sé konum dímons að ásækja mig, sko. Já, einmitt. Ég er auðvitað í trámameðferð, sko, það getur verið að það sé hjálpa. Já. Og svo verði líka, þú veist, eitthvað skotin og eitthvað og þurft að sprengja það og ég er að skrifa svona nýja sögu. Ég held ég að skrifa eitthvað svona nýja, þú veist, gera önnur viðbrögð. Já. Þú veist, ekki lúpa og þá eitthvað svona, ég veit það ekki, mér bara líður rosa vel, sko. Já, tráma með það fyrir náttúrulega bara snild, sko. Rosaleg snild. Er það EMDR eða? Já, ég er ekki byrjuð í sjálfu EMDR-inu. Við erum að fara í það í febrúar. Já. Við erum bara búin að vera svona að tala saman og prósessa og svo kannski kemur hún með eitthvað svona gull, bara segir eitthvað og það bara svona, og mér finnst ég svo sín, eða þú veist, séð. Ógeðslega gott. Og allt í hennu finnst mér bara að því hún er auðvitað lærð, hún skilur alveg ásök og afleiðing og allt þetta, meðan maður sjálfur er kannski bara, ég er ömuleg, ég er hræðileg, ég klúður öllu, eða eitthvað, þú veist, maður er svo mikið sjálfsniðrif og þá kannski er hún bara, kemur með eitthvað svona visku, bara, þetta gerist út af þessu, þú veist, og þú ert frábær. Og maður er bara, æði, ógeðslega gott, ég ætla allar að fara að halda í hendi. Nei, komðu með, ég laði þess að rétta af hérna. Kumbaya, geggja kumbaya, bara, en já, það er geggjað að vera í svona trámameðferð. Það er bara, maður verður líka bara að vera góður sjálfur sig. Já. Við erum öll að díla við eitthvað, allir. Já. Og við vitum aldrei hvað hinn er að díla við. Það er allir að díla við, þú veist, bara heavy shit sem er bara líka, þú veist, að missum alla, við deyjum, allt hverfur, við þurfum að segja bless við alla. Já. Þú veist, pældi ég að vera til dæmis að deyja og segja bless við börnin sín og konuna eða manninn og... En það er samt gjöf. Þetta er svo brútal, sko. En það er samt gjöf ef þú getur sagt bless. Já, ég veit það, líka það, einmitt. Þú veist, það er auðvitað bara fallegast, þú ert bara eitthvað hundgamall og ert með konun og börnin og segja bless. Já. Eða þú veist, já. Finnst mér en... En þetta er, ég held að þetta sé mjög, þú veist, það er erfitt að missa og síðan erfitt að deyja og, þú veist, þetta er örugglega svona grunnurinn í öllu veseninu í okkur, þú veist, þessi bara staðreynd að allir deyja og við deyjum og allt fer. Já. Ég til dæmis hef svolítið svona, mér langar alltaf að laga allt að því ég er svo hrædd við þetta. Þú veist, mér er oft erfitt ef að rifrilda milli fólks eða ósættir eða eitthvað. Já. Að því ég hugsa alltaf bara, hvað svo ef einhver deyr? Þú veist, maður er bara ekki búin að leysa eitthvað. Next life. Já. En þú veist, stundum verður maður bara að leyfa þess að leysast í next life, sko. Þú veist, það er bara stundum þannig. Ég veit það. Ég kom ekki með tarotspil eða neitt.
Í alvöru? Já, ég úrslega svona uninspired eitthvað neginn. Þú veist, þannig sé, ég svolítið svona bara, Ég er eitthvað á miða hérna. Ég með hérna, þetta ekki fyrir sjónvarpið. Ég bara gaf hvort ég að skrifa eitthvað. Já. Nýtt tungl í Vatnsbera, dauði, sorg, fegur. Býtu, núna, í dag? Í dag nýtt tungl í Vatnsbera. Ok, alveg rétt. Dauð, sorg, fegur, njúrataversið, draumar, árið 2025 og svo kemur bara einhver listi, gera þetta, fara þáka. Svo típiska svona ADHD. Það hérna... Já, nýtt tungl í dag. Ég var sko búin að gleyma að þetta komi viðtal. Ég mundaði í gær og svo var ég bara, varst þú komin að sækja mig og ég var bara á leiðin eitthvað allt annað og bara hress. Ég er nú að reyna að taka einhver ný ADHD-lyf. Það er nú ekki búið að ganga vel með þessi ADHD-lyf og mig. Nei. Ég var svo kvíðin að þeim, en ég held ég sé kannski komin að rétta leið. Ég veit það ekki. Spurum að leikslokum, sko. Já. En váka ég verið til að geta verið okkur ADHD-lyf. Já, ég var alveg til að prófa aftur núna. Vist ég komin svona stað sem var... Og það er bara pröfukslega marga tegundur, held ég. Ef þetta þú veist, ef ein tegund virkar ekki, ég veit það ekki, Ég var sko sett á svona fyrir 100 árum, því bjó á Bergstaðstræti. Já. Og ég var rosalega ör og þreif alla íbúðinu í svona 5 klukkutíma. Og sko, við erum að tala sko, ég fann að þrífa svona með tannbursta svona, og svo hringdi einhver og ég bara bless og skellt á og svo hljóp ég upp og niður stiga með þvott og bara ég gat ekki hætt að þrífa og mér leið svo illa, ég var svona öran hjartslátt. Svo ég byrjað að þvoa sko yfir dýnuna á rúminu í höndunum að því ég kom inn ekki í þvottavélina og þá hætti þetta að virka. Og þá sat ég bara með yfirdýnuna í bakkarinu og grét og vildi bara deyja. Það eru bara óslega fáir sem meika þessi lyf. Og svo bara var þessi dýna þarna örugglega í viku að mygla eða eitthvað ræðilegt. Og þá er ég bara hætti ég, sko. Ég man ekki hvað var, 30% sem eru greindir sem meika lyfin eða eitthvað. Já. Svo eru til einhver svona dróna síkislif eða svona svefnsíkislif sem hefur verið að gefa ADHD fólki sko að því sumir ADHD megi taka rítalín og svona ef þau eru kannski fíklar eða eitthvað þannig eða þú veist eru með fíknvanda að því það er svona amfetamín þannig stemning og þetta er eitthvað þetta drónalyf virkar eitthvað öðruvísi ég þekki eitt sem var að taka það en hann sagði samt að þetta snýst oft bara að koma sér á okkur að braut og svo þú ert komin í einhvern rytm og þá þarf þessi lyf ekkert endilega alltaf. Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Ég eitthvað svona bara eitthvað. Þess vegna er ég ofta að hugsa með langi svona leiðilegan mann sem vaknar alltaf klukkan 9 og les Moggann og er bara svona og þú veist og þá muni ég stillast með honum en svo er það örugglega ekki alveg að virka. Ég er bara vakandi allan nætur eitthvað. Ógeðslega pyrrað á þessum venjulega fyrir þessum venjulega bara hann er að lesa Moggann á öllum blöðum og blöð hann er að lesa blöð hann er ekki með síma og hann er að rista brauð með osti og alltaf sama morgunmaturinn og svo bara kondun á fætur og þá er ég nýbúin að fara að sofa en er samt að koma á fætur nei, ég segi svo ef þessi leiðileg maður er núti og hefur áhuga á Spice Up Your Life hringdi í mig Siggi Ólafs á Facebook kannski svona já, hvað ætla hann myndi vinna við og er hann endurskoðandi var ógeðslega fölur já eða félagsráðgjafi nei, það er ekki gott Já, eða vinnur bara í sundlauginu eða eitthvað. Það er örugglega mjög skemmtileg típa sem vinnur í sundlauginu. Já, reyndar. Ég veit ekki. Já. En þarna, þú ert búin að vera að gera svo ógeðslega mikið. Var það ekki síðast árið sem varst bara, það var bara eitthvað svona mega árhjáðir? Jú, ég spilaði í Feneyjum. Alveg rétt, þú spilaði það. Ég er stolt, já, það var rosa gaman. Ég sá mitt myndir. Já, og bara, Hvernig voru viðbröðin? Fékkstu eitthvað svona... Geðveik viðbröð. Var það ekki? Jú, þetta var bara eitthvað svona biladæmi.
risastórt partí og allir trilltust og svo bara næstu 2 daga og fólk ennþá bara eitthvað öskra á mig, eitthvað bara, oh my god, bara. En ég fekk smá svona star moment, það var rosa gaman. Já. Og og já, ég var eitthvað að ferðast þarna í Ítalíu á undan og svo var ég að spila í Sviss líka. Einmitt. Sem var í svona pínu litli, eiginlega svona eins og hlöðu eða eitthvað upp í fjöllum. Ógeðslega fyndið að fara frá þú veist þessu stóra partí í eitthvað svona pínu lítið, eitthvað grillapulsur og eitthvað. En það var samt best launaða gig sem ég hef spilað, að því er svo mikið peningarn í Sviss. Vá, maður ætti að flytja þangað. Já, ég er að pæla að flytja þangað. Þú varst að pæla í því? Já, en það er reyndar ekki út af peningum, það er bara Nei, ég út af meina þú einhverju veist bara væpið. Það er eitthvað væp sem að ég, þú veist, upplýði, en svo er líka oft með svona væp, það er líka bara hvernig þú kemur inn í borg, skilju, með hverjum og hvað fólk þú þekkir og Mér finnst það sum lönd svona, þú veist, sem ég er ekki að tengja við, þú veist, kem oft og er bara eitthvað, nei, þú veist, það bara, ég tengist ekki. Nei. Bara orkunni, þú veist. Ég Mér þannig finnst með það alveg Kaupmannahöfn, ég hata Kaupmannahöfn. Já, ég líka. Ég bara, Eða svona, þú veist, já, ég er ekki að sorry tengja. þið þarna í Kaupmannahöfn. Ég er ekki að tengja þar. Nei. Og það er alveg svona lönd sem bara kveiki ekki í mér, Nei. þú veist. Sko, ég veit Eins og ekki. Spánn og Portugal, En svo nema Tenerife, mér varst það bara eitthvað svona vibes ég fílaði. Já, ég er að spá að fara þangað einhvern tímann. Mér langar að fara þangað. Já, bara eldfjallaeyja, bara Já. alveg, og veist, mér veist ég skynja bara eitthvað svona orku sem ég þekkti, sko. Ég held að þess að fara Íslendingar þarna. En sko, ég á vini frá Tenerife í gegnum Berlín, Já. þú veist, Berlínar gengið, og þau hafa komið hingað að spila og gera hluti með mér og þau tala að þeim finnst Ísland svo líka líkt Tenerife. Já, einmitt, það er eitthvað svona í orkunni. En síðan, þú veist, ég kemur meginlandi til Spánar, það er eitthvað svona, ég er alltaf að gefa því sens, þú veist, að því mér finnst það eitthvað æðislegt land, en ég bara eitthvað er ekki alveg, þú veist, og líka Portugal, það er bara ekki. Sviss er svolítið flókið af því það er rosa íhaldsamt. Þú veist, konur fengi að kjósa bara in the 90s eða eitthvað, þú veist, í alvöru, það er bara, og það er hérna, svona peningastæður og þú veist, suma borgir sem ég fari, finnst mér bara hræðilegar, en ég á svo góðan vinahóparna og hann er auðvitað í meira þessu núansum og undergroundi og svo hérna komst ég að því, hvað heitir hann Reggie Legendi hérna, nú man ég ekki hvað hann heitir, þá er þetta ekkert skemmtilega að sagða. Hann bjó þarna með einhverjum beljum upp í fjöllum. En það er svona, þú veist, það er oft, sko, underground er svo oft spennandi á svona stöðum af því það er ekki allir underground. Já, nákvæmlega. Veistu hvað ég meina? Nákvæmlega. Og þá verður svo gefandi allt sem að gerir af því að það er einhver fólk sem er hungrað eftir því. En eins og kannski í Berlín er bara, þú veist, þú getur bara verið með mikrofón í rassinum, bara eitthvað, þú veist, og það er öllum alveg drull, það er allir búin að sjá allt og allt er svo, það er svo mikið af öllu. Þannig að þú veist, það er bara enn eitt partí eða pillan eða whatever, en í svona stöðum eins og Sviss og kannski, þú veist, þarf fólk og það þráir svo mikið af því það er minna. Mér finnst það svolítið svona súrik eins og barn, eins og ég ímynda mér eitthvað svona Ísland og Berlín myndi eiga barn. Það er svona, að það er svo mikið náttúra þar, með ána í gegnum alla borgina og fjöllin og loftið svo fest og svona eins og við þekkjum hérna. En svo ertu líka með svona stórborgar brag, en bara miklu minni. Ógeðslega mikill repull í þeim sem fara í undergroundið. Nákvæmlega. Þú veist, alveg Já. svona rosa sterkur einhvern veginn. Já. Þú veist, og líka þeir sem eru að sækja það. Já. Þú veist, þyrstir. Já. Já. Og mér finnst það svo skemmtileg stemning. Já, Það er svolítið svona eins og þegar maður var á kannski 22 in the 90s og fólk var ennþá bara eitthvað hrætt við samkynni eða eitthvað sem er auðvitað glatað en stemningin sem myndast er svo, hún er svo juicy að því það er eitthvað svona. Og þú þekkir svo fljótt úr eitthvað þína Já. líka. Já, maður bara, þú veist, ég mætti eitthvað svona goth, gengi, krökkum og okkur brú og þú veist og það skipta óslega máli og þú voru eitthvað wow, ég var eitthvað wow. Eitthvað svona tengingar, ég veit ekki hvernig ég útskýra. Já. Svona, já. Eins og kannski að vera, þú veist, já. En ég líka pínu fíla svolítið að vera svona eini listamaðurinn í þorpinu líka. Mér finnst ógeðslega gaman að búa í svona pínu litlu þorp út á landi þar sem eru bara, þú veist, einn listamaður og það ég og kannski 2 aðrir eða eitthvað.
Ég hef alltaf verið að reyna að fela, ég væri listamaður. Ég hef alltaf verið að reyna, ég mynur aldrei langa að fólk myndi eitthvað niður spotta það, sko. Já. Ég er alltaf eitthvað svona norma, þú veist, eitthvað svona mask, eitthvað svona norm bara. Já, það er maskið. Það er maskið. Það er maskið, sko. Ég var með þetta að pæla að hætta bara að maska alveg. Já. Að ég særi 9 tímalínu. Já. Og fara að segja bara allt sem ég hugsa. Þá var ég örugglega bara alveg cancelled strax og eitthvað. En byrja bara, þú veist, eins og svona fólk sem er svona að stimma sig. Pældi maður byrja bara að gera það fyrir alltaf svona eitthvað að stimma sig. Þú veist, það er svona róandi. Já. Og bara, ég veit það ekki. Að því við hvað er maður hræddur? Er maður bara hræddur við að, þú veist, ok, þú veist, ég hef alveg verið lamin niður í bæ og það var alveg öskra á mig og það var alveg sagt um mig þessi ljóta ógeðsleg og það er alls konar gerst. En þú veist, en ég meina, og so what? Eða þú veist, við hvað maður hræddur einhvern veginn. Eitthvað fólk hafa eitthvað skoðun á manni, er allt í lagi. Þú veist, það þýðir bara að maður er að gera eitthvað sniðugt. Eða skilurðu? Ég veit það. Þú veist, það er örugglega hundlegilegt að vera bara alveg ótrúlega drapp eitthvað. Maður heyri líka fólk sem hefur verið cancelerað, það bara eitthvað nýjum frelsast. Já. Þú veist, það bara svona er bara búið að fara í gegnum það versta og það er hérna óslega flott heyrðum sem er hérna betri byggar, ég man ekki hvað það heitir, eitthvað 6 betri byggarar Jesús og einn þeirra er að vera cancelled, þú veist, eða vera svona socially dismissed. Að það sé einn af 7 byggurum. Ég hef alveg lent í því, sko, að upplifa það þannig, en ekki kannski svona opinberlega. Nei. Það er svolítið örfis ef það er svona rosalega hart. Við erum að tala um bara forsíðan, bara Já. Og þá er fólk bara eitthvað fuck it, þú veist, bara ef það kemst út úr því, þá kemur það bara, þú veist, og það er ég held, þú veist, maður ætti kannski að láta cancelera sér. En maður lifir það af. Kannski myndi maður bara ekki, ég myndi kannski ekki lifa það af. Nei, en svo var manstu hérna svona 2000, þá voru svo mikið svona eineltisstemning, manstu. Já. Ég lenti í svoleiðis, það sem var svona eitthvað ógeðslegt skrifað, eitthvað ræði, bara einelti. Skrifað? Já. En ég er ekki alveg að fara út í það, var bara eitthvað svona, þú veist, bara að vera að segja, ég var eitthvað hallarslega eða eitthvað. Og það var, ég man að lenda alveg margir í þessu, svona söngurar og listafólk og alls konar. Það var bara þessi svona... Já, svona bully-stemning, þú veist, svona eins og Jackass og svona þess að fólk var, þú veist, að falin myndavél eða, þú veist, það var alls konar svona. Og þá hérna, en þá var bara fullt af fólki að koma og segja fallegt og fólk að stoppa honum á götu og segja bara þú ert æði og þetta er ömurlegt, þú veist, þetta er bara einelti en það þótti bara allt í lagi, þetta var svona áður þú veist, núna er kannski fólk meira vók þannig að það er ekki alveg bara að segja eitthvað viðbjóðum annað fólk bara í gríni, þú veist, í blöðunum. En það er líka samt eitthvað einelti í vókinu. Já, það er líka, það er svona lúmskara og svona mentara einelti. Já. Það er eitthvað nýjum svona ég hef, þú veist. En það er líka sem við höfum svo oft talað um, mannskepnan er grimm og hún er alveg grimm og allar, þú veist, skilurðu. Og ég held að, þessna elska Jung svo mikið, að því Jung er alltaf að tala um að við þurfum að skoða okkar eigin skugga. Við þurfum alltaf að skoða skuggana hjá öðrum. Skoða bara þína eigin helviti skugga, áhorandi, hlustandi, neitjók. Drullaður í skugga. Já, skugga bara hérna, shadow work og svo bara umburðarlynd og kærleikur að því að þú veist, mér finnst svona heikvísla menning ekki cool heldur. Nei. Þú veist ekkert hvað aðrir hafa upplifað eða lent í og þetta er oft bara eitthvað svona, þetta er líka oft að fólk er líka nær eitthvað lower frequency í sjálfum sér með að vera eitthvað, ég veist að hún er nú bara, þú veist, það er líka low frequency, það er ekki kærleikur, finnst mér sko. En ég meina svo kannski ef það er eitthvað svona, þú veist, einhverjum svona rað ógeðslegum nauðgara sem er bara búin að, þú veist, eyðileggja líf 200 kvenna, þú veist, bara cancela hann frábært, þú veist, hann má bara hætta að vinna í Hollywood eða eitthvað en kannski ef einhver bara óvart segir eitthvað vitlaust eða eitthvað, minnstu þurfa aðeins að svona sína öðrum mildi og sjálfum okkur einhvern veginn. Jung sagði um þetta seinni heimsstyrjöldin, þú veist, að hún hefði geta orðið til að því fólk vissi ekki, þekkti ekki sjálfan sig, sko. Já. Og þess vegna var þetta að fá þá til að gera alls konar hluti. Já. Að því að vissi ekki, þú veist, ok.
En það líka sem að Jung talar að sko, þú setur, þú veist, Hitler var til dæmis bara svona eins og þú setur sko valdið þitt vald í hendur einhvers annars. Einmitt. Þannig að einhver segir, þú átt núna að drepa mann, og þá ert þú bara, já, ég er bara að hlýða skipunum. Já. Þú veist, og það það sem svo hættulegt. Og veist ekki fyrir að allir menn eru færir að drepa. Já. Þú veist. Já. Veist ekki af því í sjálfur og ert ekki mann að integrera, þú veist, einhvern veginn. Já. Það var gerð svona rannsókn, ég sá heimildamyndum þetta, að þið voru að skilja af hverju fólk gerði svona hræðilega hluti, venjulegt fólk bara, sem voru ekkert einhverju sadistar eða eitthvað, í seinni heimsstyrjöldinni og þá var bara alls konar fólk átt að koma og gefa einhverjum raflost sem var í öðru herbergi og sást ekkert og heyrði bara svona hljóð í manneskjunni. Og svo var einhver maður í slopp og hann sagði bara ítt á takkan og þú ert að íta á takkan og heyri bara einhvern öskra þarna hinum megin og þú veist, út að gefa honum eitthvað raflost og fólk alveg grét og sagði bara ég vil ekki gera þetta meira en að maðurinn í sloppnum bara ítt á takkan og það bara hlýddi það og þetta var samt, þú veist, þú vissir og máttir fara skilur, þú veist, ekkert neittur það var enginn með byssu við hausna þér og eina fólki sem að hlýddi ekki var fólk sem var sko antisocial, götufólk sem að sko var búið að hafnað samfélaginu og hafði hafnað samfélaginu það var fólki sem var bara, nei, ég ætla ekki að rafsjóða hennar mann hérna svo var þetta allt feik, þetta var ekki alvöru en þeir voru að skoða svona þannig að kannski Rónin að núti hann bara með besta hjarta hann ekki að fara að gera neitt sko. Absolutt því ég líka bara, þetta eru hetjur sko. Þetta eru, þú veist þetta eru hetjur fyrst mér þú veist og náttúrulega líka, þú veist, þegar bara brjóta hjarta svona mikið, þú veist, þá opnast það náttúrulega. Já. Og þú veist bara, þú veist, þú skynjar, þú veist, að sársauka annara. Já. Kannski ætti maður þá bara, næsta skref væri bara að vera útgangsmaður. Það kannski næsta skref í mínu lífi. Tjók. Næsta líf? Já, bara í næsta lífi, í þessu lífi? Skipti bara tímalínu, volvas andlega og verður bara eins og Edgar, hvað hétt hann þarna, Tolle sem var satt bara á bekk eitthvað í heilt ár. Já, Edgar Tolle. Satt bara okkur á bekk í heilt ár. Lifði lífinu. Þegar ég myndi bilast, sko, ég var bara, ok, koma nóg á sem bekk. Maður geta ekki. Jesus, pældi að vera útgangsmaður í, þú veist, bara á vetuna hérna. Já, hræðilegt hérna, sko. Sko, út í Berlín það þannig, það svona rúta sem að fer á milli hverfa og maður getur hringt í hana líka en maður veit einhvern heimilislausan eða eitthvað og það auðvitað líka shelters og svona en sumir vilja ekki fara í þessi shelters og það er ofta eitthvað reglur og eitthvað má ekki vera undir áhrifum eða eitthvað allavega þessi rúta fer út allt og gefur fólki heita súpu og kakó og þú getur farið inn og hlýja þér og svona og svo var sko í garðinum heima hjá mér það var svona lítill park þar var eitt sem búin að búa jafn lengi og ég búin að búa í Berlín, kannski lengur. Og hann var alltaf búin að byggja eitthvað svona stól, eða byggja utan bekki eitthvað rosa hús og var með kerfi að fá mat út allt og svona við vorum alltaf að fara með einhverja sængur handónum og teppi og eitthvað. En hann talar ekki við neitt, rosa sérstakur. Og ég held að hann sé ekki neyslu eða neitt þannig, hann virðist bara mjög hamingjusamur samt. Svo pattaralegur svo eins og voru að spila badminton og þá vöktu við hann ávart hann var kom út úr húsinu sínu og svona eins og hann væri pirraður og við værum í garðinum hans skilur hann bara á garðin einhvern veginn Býtu, hvenær fluttir aftur til 2011 2011, já, og bjóst þar í byrðar náttúrulega ennþá eða þannig Nei, ég bara ég er núna heima en ég er alltaf Ég treysti aldrei og sér flutt heim Nei, það gott hjá þér að treysta ekki því ég trú ekki alveg á, ég er með svona erfitt þetta sko, þegar fólk alltaf er að stað setja mann og tímabili var alltaf eitthvað svona ertu flutt heim og ég alltaf bara að fá taugafall einhvern búðum bara ég er að reyna að versla hérna eða þú veist, að því fólk vildi vita alltaf að því ég veit það ekki, ég er bara hér núna, búin að vera hér 2 ár og var alltaf on and off á milli beggja staða, sko. Ég hef alltaf verið hér líka. Já, ég veit, en þú bjóst samt, þú veist, bara í Berlín. Þú veist, þú komst bara stuð. Hvernig var að flytja þarna út? Geggjað. Tell us. Geggjað. Ég var alltaf öll í svörtu.
hvað stóðslega tengsl við það, eitthvað svona goth í mér. Þú þekki mig, ég er auðvitað Ég veit eiginlega það. aldrei svörtu, allt einu svona svörtu með raka hár og gleru og bara eitthvað svona noise experimentar fór í eitthvað svona rosa senur og það var bara geggja. Bjó í einhverju pínlitri íbúð með kolaofni og bara eitthvað exi og viður og kveikja eld á hverju, ógeðslega kalt. Íslendingar veit ekki neitt, þú veist, það er allt svo heitt hérna í íbúðunum. Þú veist, úti er alltaf, þú ert alltaf að kynda og, þú veist, það er ekki svona kveikja ofni kynda heldur. Var þetta bara sena svo eða þú veist, þekktir eitthvað þess að krakka að þú fórst út, eða hvernig var þetta? Það er vinir sig á núna. Nei, þú veist, bara þessi sena, hvernig gekkst inn í þessa sena? Nei, ég var allt búin að vera að fara til Berlínar on and off í mörg ár, en þá var ég allt annari senu, sko. Svo bara, ég bara kynntist þessu fólki. Ég var hérna ástfangin, kynntist öllu fólki gegnum það og bara svo kynnist maður, já. Og ég var svolítið mikið svona, mér langaði ekki að vera í þessu Íslendingasamfélagi. Þú veist, ég var svona leitandi, mér langaði að finna eitthvað alveg mitt. Þannig að, já, það gerist bara einhvern veginn. Hitti þennan og svo maður beðin að spila og svo, fattur þetta er bara einhvern veginn. Ég er líka svolítið opin, þannig að ég er eitthvað að reyna að muna hvernig komst. Nei, ég bara pæli, þú veist, hvernig þetta rólar á stað. Senan líka breytist og maður breytist með senunni og þú veist, ég var fyrst í svona rosa bas og það var svona samkynja kallmenn með svona bar og stúdíós og var svolítið mikið því fyrst og svo fór ég í Neukölln og þá fór ég yfir þetta noise, experimental, en svo núna er voða mikið eitthvað svona DJs bara og klubbar finnst mér. Þannig að það að finna undergroundi aftur hana. Já, það er örugglega flúið bara. Þetta er rosa flúið, sko, af því að þú veist, þú ert kannski einhverju senu og svo bara lappar einhverja aðra götu heimtíðin og þá er bara einhverja önnur sena, þú veist. Það er svo mikið af fólki og mikið af, þannig að þetta er ekki eins og þetta heima, það sem er kannski bara eitthvað myndlistasena sem allir eru í, eða þú veist, og svo kannski eitthvað galleri foldsena sem er einhver önnur sena, en fatturðu, en þú veist, ég veit ekki hvað margar senur á Íslandi, 3 eða eitthvað? Já, 3 ár. 2, 3, já. En þú veist, út er þetta bara svo mikið og þannig að þetta er þetta svona partí, rosa mikið partí í borg. Já. Og ég var oft rosa græn og saklaus og svona flökkvalaus, heitir það ekki? Flökkvalaus? Fölskvalaus. Flölskalaus. Eða eitthvað, já. Og fatta átt ekkert, þú veist, ég fór kannski heim fyrst, þú veist, 4:00 eða eitthvað og skildi svo ekkert akkur í vini mínir voru bara ekkert að svara sig og þá voru þeir kannski eftirpartí bara, þetta er svona partíkultúr, sko. Já. Og ég er svolítið meira svona, ég er svolítið kaffikelling, sko. Þú veist, ég er svolítið viðkvæmt taugakerfið, þannig ég veit ekki alveg hvað ég var að gera í þess að herða partíkultúr. En ég elska bara brunch og svona, en ég elska Berlín er geggjuð, sko. Hún er bara svona eins og eitthvað svona jungle, eða þú veist, hún er alltaf að breytast og vaksa og eitthvað ný hverfi að breyta, eða þetta er bara svona uncontrollable dæmi eitthvað. En það er ekki eins ódýrt að fá íbúð þarna eins og núna eins og það var. Nei. Og þú veist, listamenn er að fara eitthvað annað. Já, listamenn er að fara eitthvað annað, sko. Já. Og núna er að verða rosa hægri öflana og rosa skríti í gangi með lögregluna og sérstaklega út af Palestínu, sko, mótmælum og svoleiðis þeir taka rosa hart á því og hérna já, þannig það eru svona vaxandi hægri öfl sem er rosa skeri, sko. Fólk er alveg svolítið svona áhyggjur af því og hérna, einmitt, ég var eitthvað að frétta að Elon Musk væri hérna styðja ADF held ég heiti, sem er svona nasista eða svona rasista flokkur og það er svo ólíkt Berlín sem ég þekki, þannig að maður er bara eitthvað svona ok, hvað er að gerast, hvað sveifli þetta þó að hafa alltaf verið einhverju nasistar í Þýskalandi, skilur, þá er Berlín alltaf verið svona, hún svo liberal borg, þannig að það er auðvitað skemmtilegt samt, það er alltaf sterk mótstaða, sko. Svona gaman að fara að mótmæla í Berlín, þú veist, bara eitthvað tekno og 1.000.000 manns að mótmæla, ógeðslega gaman. Maður veit ekki alveg,
þú veist, hvert, já, einmitt. En hún er hún er byggð á síki. Þannig að hún er líka svolítið svona dregum mann svolítið svona niður. Þannig að sumt fólk talar það sem er svona andlegt fólk og svona viðkvæmt að það finni fyrir því sko leið að bara komi út fyrir, mæna mér að syngja, leið að komi út fyrir hérna mörkin, þá bara liftist andinn skilur. Þannig að hún getur verið erfið fyrir fólk sem er með þunglindi eða substance abuse eða eitthvað svona, því hún er bara síki bara sogar og þess vegna held ég að sé svona mikið svona partíið er líka mótstaða. Já, við síkið. Já, eitthvað svoleiðis. Halda hái tónanum uppi. Að því mér leið alltaf í Berlín, ég fann aldrei jarðtengingu. Ég skildi það ekki, ég vissi þetta ekkert fyrir mörgum árum seinna, en þú veist, ég var alltaf bara í loftinu og einhvern veginn, eitthvað svona ógeðslega gaman. En það er svo erfitt að sustaina það til lengri tíma, skilur. Að því leiðum að kemur til Íslands, þá er bara jörð, það er eiginlega næstu of mikil jörð, þú veist. Þannig að kannski Sviss þarna á milli, Súrik þarna á milli, sko. Það er svona jörð, en samt líka eitthvað. Og rosa mikið nýaldar liði, og ég meina Jung, hann var þarna. Já, mistari Jung. Þannig að kannski fer maður bara að læra eitthvað reiki og læra Jung og eitthvað. Skipta bara hvað er. Já, ég tvís að koma til Sviss, til Súrik og síðan fór við Gauti til CERN. Já, ég hef ekki komið þangað. Það var eitthvað klikkað. Já. Ég vissi ekkert hvað þetta var eitthvað svona, verið að skjóta einhverjum endum saman onni í jörðinni. CERN. Þetta er svona, þú veist, það sem þeir uppgötu, það sem þeir náðu að sjá að eitt atom, ég get ekki sagt frá þessu, sko. Ok, þetta er eitthvað svona dæmi. Þú veist, dæmi. þetta er eitthvað svona eðlisfræði sem þú veist. Já. En þá skutur þessu saman og þetta er eitthvað svona rafall onni í jörðinni og þetta er risa, þú veist, það er 7.000 mann sem vinnur þarna og þetta er bara þorp, sko. Já, ok. Og þetta er eitthvað brjálaðislegt, rafmagns, eitthvað, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að sjá, sko. Já. Mjög skrítið, sko. En ég man hvað allt var ógeðslega dýrt. Já, það er allt ógeðslega dýrt. Það var bara kaffibolli 15 kallaði og það er glatað og svo líka finnst mér matur ekkert sko oft ekki á góðum standard, skilur við. Þú veist, ég bara fengi bara ógeðslega skrítin hamborgara og ógeðslega skrítin, þú veist, eitthvað sem maður er bara eitthvað sem maður á ekki verið hægt að klúðra. Já. En ég man alveg þegar þú komst heim frá þessu, þá varst alveg bara mér langar að búa þarna. Já, það er líka bara ég á svo góða vini þarna. Ég á okkur svona æðislega vini þarna sem mér líður bara rosalega vel með. Eru þau frá Sviss? Þau eru frá Sviss, já. Svona, ég var ættleidd af heilum vinahóp. Wow. Þau eru öll búin að vera vinir í 10, 15, 20 ára eitthvað, rosa solid hópur. Kynntist þeim á Seyðisfirði fyrir mörgum ára síðan, ég man ekki alveg hvað mörgum. Og ég var bara einhvern veginn tekin inn á vinahóp, sko. Er þetta myndlistamenn eða? Já. Já, ok. Svona myndlistamenn og Alright. Og ég var eina vinkonu sem ég sakna bara alveg. Hún er myndlistakona kínvesk og hún er svissnesk, en hún er kínvesk svissnesk og við höfum oft talað líka það. Þetta er svolítið svona, þeir geta verið svolítið íhaldsamir og miklir rasistar og svona, þeir geta verið glataðir, sko. En það er bara allstaðar. Allstaðar glata fólk og allstaðar cool fólk. Og já. En svo er oft sem ég hugsa eitthvað svona, ég ætlaði líka að flytja til Perú. Ég er alltaf að tala að flytja eitthvað annað. Svo kannski verið bara hérna. Þessi Perúferðin, býttu fórst ekki ein þangað? Jú, ég fór ein í 3 mánuði. Hvaða, þú veist, hvenær var þetta aftur? 2019. Já. Viltu segja eitthvað frá þessari ferð? Já, sko, það var sem sagt, ég hafði hætt í svona psycho honeymoon hryllilegu sambandi með bara narsissista, var bara og búin á því, svo deyja þarna 2 vinir mínir á sama mánuði og ég var bara, þú veist, og með mikið svona tráma sjálf og bakinu bara sem við höfum oft talað um, ég þarf ekki að tala endilega það. Nei. En það var svona, þetta var eitthvað svona alveg depleted moment bara. Og ég gat ekki sungið, sko. Ég hætti að syngja alveg heilt ár. Wow. Bara hætti að syngja. Ég er sko diskosöngkona, partysöngkona. Hætti bara alveg að syngja og
og byrja að vinna þess að Sigga Ólafsson tónlist sem út frá þessari svona sorg og það er æðislega plata. Já, Lost at War. Já, takk. Kom mér svo óvart hvað fólk fíla hana því ég var alltaf þetta leiðilega plata mín. Hún er bara geggjuð. Og Funi var alltaf, mamma hætt að segja þetta er ekkert leiðilega plata en ég bara já. Og Árni Grétari mitt gaf hann út, Futuregrapher á hérna Móatún 7. En þá var hún búin að liggja í einhverjum hillu í ár út af COVID og eitthvað það fullt gerst, skilur. Og hann svo, sem var bara, stundum gerast leiðilega hlutir og svo það að því það verður eitthvað betra í staðinn. Veist hvað ég meina? Þú veist, það var eitthvað annað útgáfa fyrir sig sem ætlaði að gefa hana og allt það. Nú er ég komin út eitthvað allt annað en Árni Grétar sem sagt greip hana og gaf hana svo fallega út á vínil og hérna kassettu og verð honum ævilega þakklátt. Og hérna, en sem sagt áður en að það allt gerist, áður en að þessi plata tilbúin, þá ég sem sagt svona depleted og ég fæ einhverja köllun að fara til Perú og það var bara svona svo tóg hérna í brjóstkassanum, óslega skrítið og ég var með svolítið fordóma fyrir Perú, ég var eitthvað, þetta ekki allt eitthvað svona panflötudót eitthvað og hérna, og svo fór ég bara og það breytti alveg lífið mínu sko, það bara, ég fór svona ayahuasca trip sem að bara eins og heilin hefði verið endurraðaður einhvern veginn og sættist við sársaukann minn bara svona eins og hann væri hérna eitthvað svona einstaklingur líka við. Já, en Sem sagt, þú veist, ég hérna, hann bara hérna og ég segi við hann, hérna, þú mátt vera en þú mátt ekki stjórna. Vá, magna. Að því ég fattaði, sko, ég vildi ekki sleppa, þú veist, ég held fyrst, sko, þessi ayahuasca-trippinu, þá verður manni rosa flögurt og það verður allt svona ógeðslega yfir þegar þetta verður allt svona pixlerað og ég vildi ekki trippa með öllu þessu fólki og bara ég verður að komast út og reyna að komast út og þegar ég kom út þá voru trén með sko 1000 snáka andlit bara svona snáka og grasi var eins og sjór og einhverju runnar voru eins og Donnie Darko kanínan eða eitthvað, þetta var allt eitthvað bara ógeðslega crazy og ég var ekki hrædd samt að ég vissi bara ég var að ná stjórn á önduninni og bara reyna að ná stjórn á því og svo ég að reyna að kasta upp og geta ekki og þá kemur svona hugsun sem hérna ég vil ekki kasta hérna með sársaukann, þú veist að hérna sorry, ég datt út hérna Nei, þú ert alveg með þráðinn, sko, Já. þú varst bara sem sagt, já, það er hérna þessi 1000 snáka andlit og allt að gerast og svo ég að hugsa hérna af hverju get ég ekki, sársauki vill ekki fara af hverju get ég ekki kasta upp og þá fatta ég ekki til í að sleppa sársakanum að því sársaukinn eins og vitnið hann eins og minn elsti besti vinur sem að veit allt sársaukin veit hvað gerðist hann var á staðinum og þá sættist ég við hann þá ég bara eitthvað, ok, þú mátt vera að því þú ert vitnið í rauninni en þú mátt ekki stjórna og þá bara var allt bara ógeðslega fallegt það bara hurfallir snákarnir og allt bara ógeðslega fallegt og ég var bara svo magician sem hafði kontról yfir öllu og mér leið svona eins og fullkomi lítið apabarn Guðs bara, það bara tilfinningin og svo var ég bara eitthvað gaman, svo bara var restur af trefinu mjög gaman allir æland og grenjandi og ég eitthvað lítið apabarn Guðs bara Sagður ekki líka eitthvað við þig, bara hún elskar þig æju mamma Já, mamma ayahuasca elskar þig kalli hana mömmu eða ömmu og sagði hún elskaði mig og bara þú ert bara góð, þau engar ágjörð mér ég var úti sko allan tíman þau eru allir inni í einhverju tjaldi að syngja og svo sá ég líka hrokan minn, mér fannst það svo fallegt að því maður líka sér allt út með svona kærleika og ég var alltaf að reyna að fara inn aftur í það sem ceremonían var opnaði svona hurðina og svo heyrði ég allan en hippasöng og ég bara svo var ég bara úti og ég var eitthvað svona kannski ert ekki alltaf umburðarlynd og mér finnst það bara svo gott að segja það Já. Þú veist Það er svo gott þegar maður getur séð svona í self-compassion sko Já sé hliðar á sér, Já. svona dark side Já, og bara verið eitthvað í compassion með það getur líka shiftað því en svo er líka bara svo margt sem að maður, þú veist, við erum svo privileged og maður fattar það kannski ekki alltaf maður er kannski eitthvað, sérstaklega þú veist,
að því ég hef upplifað svona tráma og ofbeldi og alls konar svona, þá ég kannski svona, greiði ég eitthvað, en svo þú ferð í svona lönd eins og Perú, fólk getur ekkert ferðast, þú veist, það bara allt aðri vandamál og maður áttar sig svo á því hvað maður rosalega privileged, bara að vera, þú veist, frá Íslandi eða vera bara hvítmanneska því miður, skilur alls konar og þá líka það shiftaði eitthvað hjá mér að ég bara var eitthvað, ok, hætta að hangi í þessu gamla drama, hætta að láta að meiða þig og nú bara, og síðan ég bara búin að vera alltaf að vinna meira í því að maður þarf auðvitað að gera vinnuna, sko. Tráma alveg alvöru, en maður þarf líka stundum bara let go. Sko. Já, því að psychedelics þú veist, þú gerir psychedelics, svo það í integration í lífinu. Já. Það sem hlutinni fara að gera. Þetta psychedelics geðvegt. Ég bara go psychedelics. Já, kannski ekki fyrir alla. Þetta, nei, en það bara, og fólk á að gera þetta einmitt, þú veist, í eitthvað svona control environment. Já, eða ekki. Eða bara áhættu hegðun. Nei, ég að tjóka. Nei, þú veist, ég myndi aldrei eitthvað í svona, þú veist, bara reif. Í fyrstu skiptin vera að gera þetta eitthvað ekki kontrólt. Ekki fyrir venjulegt fólk, en ég meina, ég rosa þakklát fyrir partikúltúr og hef upplifað rosa heilun í partikúltúr. Mér finnst rosa leiðilegt hvað alltaf verið að setja partikúltúr eins og sé bara allir eitthvað hræðilegt. Það ekki svona svart hvítt. Það fullt af fólki sem bara community og kærleikur, geggjur tónlist og svo kannski tekur það einhver psychedelics og upplifir eitthvað og passar upp á hvert annað. Þú veist, svo þetta alltaf tvær hliðar á teningun eða á peningnum. Að báðu að vera, þú veist, fyrir utan partí líka svona dark side á því. Já. Þú veist, það sem bara, þú veist, ekki í tengslu við fólk. Já. Bara heima hjá þeirra horfsjónvarpi og það sem eitthvað svona að maður geti haldið að maður vera að höndla eitthvað svona pjúr, sko. Já. Sem náttúrulega líka dark, sko. Þú veist, ég held að bara allt, einmitt, það getur allt flippað. Og það líka alltaf dark side á öllu, eitthvað í þú veist. Já, rosa David Lynch stemning, svona dark side, eitthvað. Ég fyrir bara að hugsa eins og Twin Peaks og svona. Ég bara táraðist, ég sá þetta að vera dáan. Það rosalega mikil áhrif á mig. Já, mikill meistari. Ég bara, þú veist, vá. Rosalega meistari. Algjör. Við héldum bíókvöld og horfðum á Mulholland Drive og sonur minn hafði aldrei séð David Lynch, þannig að þú veist, hann bara önnur kynslóð. Já, ég veit. Hvað fannst honum? Bara við vorum bæði blown away, sko. Ég hefði ekki séð þá mynd, sko. Já, ok. Mér varst svona æðisleg. Og svo maður bara búin að horfa einhverja heimildarmyndir og viðtöl og ég að horfa rosa mikið að þetta Cathode TV, ef ég má auglýsa, sem svona streaming frá LA, þar sem þeir sýna bíómyndir, en þeir sýna þær eins og sért í bíó, skilur. Þú getur ekki spóla, þú getur reyndar hoppa aðeins tilbaka, svona eins og rúfspilaranum með eitthvað, en þú getur ekki valið sjálf hvað mynd þú vilt horfa, eins og kannski á svona streymisveitum. Já. Þannig að það bara einhver sem velur dagskrá og svo bara, og mér finnst það svo gaman, það svona línuleg dagskrástemming. Mér finnst það svolítið gaman, að því ég á þeirri kynslóð sem man eftir línulegri dagskrá. Þannig að maður gæti bara komið inn og það var eitthvað bíómynd hálnuð og maður bara byrja að horfa á hana, maður er alveg sama. Hvað þetta? Frítt? Þetta bara frítt og þetta bara alls konar fólk sem velur þetta og rosalega oft þetta svona B-myndir, hryllingsmyndir, lélegar artimyndir, ógeðslega fyndið dótstundum. Þetta sama og varst að horfa á, ég man ekki eitthvað maður sagði með frá okkur svona sem varst að örugglega stream eitthvað. Já. Að því að þú veist, og þeir voru með svona David Lynch bara heila helgi. Okay. Og þá var bara alls konar svona sem maður kannski myndi ekki sjá venjulega, einhver skrítin tónlistamyndbönd sem hann hafði gert og stuttmyndir og alls konar, já. Þannig að þetta oft líka efni sem óanfámanlegt, þú veist, bara einhverju svona nördar sem safna dóti við eiga, en kannski getur ekki fundið, þú veist, trailerinn á YouTube eða eitthvað, það bara eitthvað svona algjört underground dót.
Þannig að, en svo stundum þú veist, einu sinni var lesbíu þema sem var mjög skemmtilegt, alveg fullt að geggjum, skemmtilegum einhverjum lesbíumyndum og stundum þú veist, rússnesk ævintýri. Fattarðu, þetta getur verið alls konar. Jólunum oft svona jólasveina fjöldamorðingja-myndir. Sem ógeðslega fyndið. Ég samt hata horror, sko, ég ekki mikil horror-kona, en svona lélur 80s horror mjög skemmtilegur. Það sem eitthvað svona jólasveina elda fólk með Heyrðu, ég fór til sálfræðis. Hann var að segja að ég þyrfti að læra að vera með óttatilfinningunni af því ég veri óttaslegin við óttatilfinninguna. Já. Og hann sagði að ég þyrfti að fara, þú veist, horfa á eitthvað svona. Já. Og ég fór hérna á, hvað heit þessi mynd? Hérna Substance, nei. Já. Heitir hún ekki það? Jú, Substance. Já. Jú. Fólk að dýrka þá mynd. Þetta er bara þú veist, að hata sjálfan sig. Já. Þetta er bara að, þú veist, skilja sjálfan sig bara algjörlega eftir og hata sig. Já. Þú veist, bara fara inn í, þú veist, að verða hrukkóttur og eldast og bara hata það. Já. Og þetta mér fannst þetta frábær mynd. Það var ógeðsleg, sko. Já. Cool hjá Demi Moore koma í þessa mynd. Af því hún líka sjálf alveg farið aðskonar lítið og svona. Já, ég veit það. En kannski samt eitthvað meira substance. Já. Tjók. Já, ég þori ekki að sjá hana. Ég hraðspólaði gegnum eitthvað af henni. En ég fór sko með blindfold. Það bara blindfold með mér og var bara með á hausnum. Svo það kom of mikið, þá bara setti ég á mig. En sniðugt. Já. En sko fyrir mér það oft soundtrackið sem fríkar mig meira út heldur en kannski það sem að gerast. Já. Þannig oft ef ég að horfa og ég horfði eitthvað deer, eitthvað reyndir, eitthvað deer. Killing of the Sacred Deer sem var eitthvað svona sálfræð thriller hryllings, svona psychological hryllingur. Og ég gat hort á hana því ég bara lækkaði alltaf þegar að koma sér tónlist og tónlistin frika mig út. Já, einmitt. Kannski bara einhver að labba í einhverju gangi en það er bara einhver tónlist og þá ertu bara suspense. David Linsom, eitthvað mestari, ég man ekki hvað hétt, sem samdi stókslega mikið að skoranum í... Já, ég veit hvað þú tala um, ég næ ekki utanum. Gjör. Mér finnst ADHD verið stundum þannig, ég sé kallinn, sé hann spila á píanó og ég sé lagið og allt, man hvað hann heitir, en það er einhverju skúffu hérna, ég næ ekki í hana akkurat núna. En svo þegar ég komin heim, eftir 2 tíma, þá eftir að hringið og segja, Anna, bara metti hérna eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir. Skilur ég, þetta er bara fárlegt. Og þegar maður er í menopause þá eykst þetta sko þvílíkt. Já, ég veit það. Ég bara lappin í herbyggi og ég man ekki hvað ég heiti eða hver á afmæli eða hvert ég að fara. Gleymdi ég að koma í viðtal til þín, skilja. Halló. Þetta menopause er náttúrulega bara eitthvað geðveiki, sko. Já. Ég heyrði hana var einhver læknir. Létt spjall, ha? Hún var að segja að þetta væri hormóna breytingarnar á breytingaskeiðinu eru helmingi öflugri heldur en þegar við erum unglingar. Já. Og ég var svo crazy unglingur. Ég skil ekki að ég sé ekki bara búin að tattúera á mér andlitið eða eitthvað núna. Nei. Þú veist, í alvörun, ekki, eða bara gera eitthvað, þú veist, ég er ekki hissa, allir bara, þú veist, gera eitthvað rosalegt. Þess að segja fólk átuninn að sína miðaldra konum mildi. Alltaf verið að posta einhverjum myndum, einhverjum konum í taugafallu öfskrangarn í umferðu. Er það? Ég hef aldrei séð það. Ég hef oft séð svona Karen-vídeós, stundum eru Karens auðvitað rasistar og þá verða það leiðilegar. En stundum eru þessar Karenar bara einhverja kettlingar að fá taugafall í alvöru. Það eru bara einhverju menopause og það eru bara Where's your manager? Og svo bara byrjar að grenja og maður er bara eitthvað greið. Þurfum við að sína öllum þetta, ef ekki bara sína henni mildi. Já, af því að síðan fyrir þetta inn á náttúrulega og bara... Ég sef ekki neitt og hef ekki sofið síðan bara... En færðu ekki hormóna? Ég hef ekkert sofið síðan in the 90s bara. Ég er með svona svefnkvíða og svona PTSD dæmi. Já. Og það er bara að vera að vinna í því. En ég fæ hormóna en svo gleymi ég alltaf að taka þá að því ég mati á því. Já, því að mati á því. Þannig að þú veist,
Þessna er ég líka bara að hugsa, á maður ekki bara að hætta að maska og reyna að vera venjulegur af því að maður er það ekki. Þú veist. Það örugglega engin venjulegur. Ég held að sé bara allir að maska. Í alveg. Já, þú meinar. Já. Ég held að sé bara allir að maska. Við erum bara, maður er bara misgóðir í því. Já. Og, veist, og bara fer eftir hvernig maður er að alist upp og alls konar og hvar maður er að vinna og bara hversu, þú veist, ykt maður þarf að fara inn í. Já. Ég meina, ég get ekki trúa, eða þú veist, auðvitað er eitthvað svona normkurva. Það er eitthvað svona, að ég veit ekki, ég held samt að það sé allir að maska. Já, ég held að það sé kannski alveg rétt hér. Já. Kannski á David Lynch alltaf að vinna með þetta líka. Þetta undirvitundar, eitthvað, ég veit það ekki. Hann var alltaf að vinna með það, sko. Já, já. Af því að hann var í hugleyslu, hugleyslu, var alltaf að fara niður og ná í, sá allt svona í, þú veist. Já. En þú veist, ég kem utan á landi frá Borgarnesi og sko mér finnst alltaf mest skeri staðirnir vera þessi svona litlu staðir eins og Borgarnes, Egilsstaðir og svona útkverfi, þú veist, eins og ég var í Prag, þá voru við í svona útkverfi það sem voru svona gaddavírskirðingar allstaðar og rósir og varðhundar og mér leið bara alltaf eins og það verið að gera einhverja snöffmynd hérna í einhverju húsi hérna, þú veist, mér varst bara ílskan vera þarna ekki niður í bæ það sem að rónarnir eru eða eitthvað. Nei, ég veit. Af því þar er bara kannski, þú veist, eitthvað svona hömluleysi og stjórnleysi og fólk með vandamál og fjölbreytileiki. Og fjölbreytileiki og alls konar. Já. En mér fannst oft í þessu svona, þú veist, ég man að mér leið allt svo íri hérna í þessu fullkomna útkverfi með þessum rósum og varðhundum og þú veist, að því ílskan er líka í smábænum þar sem allir fara í messu og allir eru góðir skilur og kannski versta einelti er þar skilur þú veist einhver húsvörður í kannski íþróttahúsinu eða eitthvað bara laður í massa einelti bara í 40 ára eða eitthvað þú veist já, nákvæmlega skilur þá var maður bara eitthvað takk fyrir að maður slapp og maður var bara skrítin listatýpa þú veist það er kannski bara betra en margt annað. Þannig að en mér langar svo að þú veist að bara hlustundu fá að heyra meira þú veist eins og hérna Semir. Tónlistina þína og plöturnar og já þú ert búin að gera alveg ógeðslega mikið. Já, er þetta svona viðtal? Alveg. Nú er þetta breytist í svona viðtal. Hérna, já. Ég er búin að gera hellinga tónlist, bara 5 sólplötur. Og fyrsta platan var Fiskur. Fyrsta platan var Fiskur nr. 1 hjá Smekklausu. Í Skertlúðrar hljóma-seríunni sem var svona unga töfflista liðið þarna á þessum tíma. Hverju voru að gefa það út? Það varst þú Smekklausa. Hverju voru í þessum hóp? Sko ég var bara með mína eigin plötu og svo var unni með mörgum vinum. Já. Og hérna bara þú veist Körver og Elisa og Vitti og eitthvað svona lið á þessum tíma sem sena bara og svo voru bara aðrir sem gáðu út líka í þessari seríu. Þetta voru held ég 8 plötur sem gáðu út hvort það er ekki Andhéri á túr var einn hljómsveit þarna eitthvað svona hljómsveitir, ég man ekki alveg nákvæmlega hverju voru í þessari seríu en mín plata var svona, þá var ég svona ljóðastelpa var alltaf að lesa upp ljóða undan tónleikum og hafði aldrei sungið neitt opinberlega og var rosa feimin og var bara og hérna sko, ég kunni ekkert að þú veist, powera röddina og ég man að ég tók upp eitt lag með Vitta og hann var alveg frík út af mér að því að ég gæti ekkert sungið eitthvað neginn og svo fór ég alltaf inn á klósett og þá var ég bara ég bara alveg geggjuðustu þegar ég hélt að enginn heyrði í mér sko og hann var bara, þú veist, hann langaði svo að ná þessu út, sko. En svo þegar ég hélt fyrstu tónleikana, þá bara eins og ég aldrei gert neitt annað. Það var rosa skrítið. Ég var búin að vera, sko, inn á klósetti að bara kasta upp, ég var svo stressuð og það var alveg pakkaði salur. Hvar var þetta? Sólon, Íslandus, uppi. Og ég skreytti allt með einhverjum böngsum og búin að stofna með band, lifandi band og allt. Þetta ætli maður ekki koma Þú varst þarna pottið, sko, já. Þetta er 30 ár síðan, sko. Já, þetta er svo langt síðan. Og hérna og ég var bara að reyta með brandara og eins og ég aldrei gert neitt annað bara, og samt búin að vera í 2 tíma að fá taugaáfall bara leiðu kom á svið bara bla 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 og söng og gaman og svo bara
gerði ég plötu þarna þegar ég listaháskólanum, þá kom næsta plata, svona eins og útskriftaverk eða svona, þú veist, ég var með vídeo sem voru af þeirri plötu og svo bara ef ég haldi áfram að gera tónlist. Svo var ég hljómsveit sem hét Company B, svona ítalo diskoband, ég veit ekki hvort þú komst eitthvað tímann á það. Við spiluðum rosa mikið í Reykjavík. Var 3 strákar og 5 stelpur eða eitthvað, rosa svona diskó. Kannski koma... Með pólsku stelpunum, Karolínu og Erin frá Texas. Eða ekki, sko. Ég held við erum svona eins og Fleetwood Mac, myndum alltaf vera saman og allir sofa hjá öllum og alltaf alveg rosa mikið drama, en svo hætti bara hljónstinn. Ég meina allt svona hópa, bara, þú veist, það bara splundrast, fyrst mér. Já. Þú veist, nema Rolling Stones eða eitthvað. Já. Það kannski bara, já. Og hljónsittur alls konar svona verkefni og þetta Fleetwood Mac og Metallica og allar þessar hljónsittur er búin að vera forever, maður. Já, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara nokkra hljónsittur. Yfirleitt er þetta bara eitthvað svona fyrir skrúuna. Já. Þetta er erfitt, sko. Svona samstarf. Mér finnst ógeðslega gaman. Ég er svo mikið ein. Bjó ein mörg ár og gerði tónlist. Gerði ekki tónlist ein, en ég spila live ein, skilur. Gerði tónlist alltaf með alls konar fólki. Fyrir utan Sigga Ólafs, það var svona projekt sem ég vildi alveg gera alein. En venjulega er ég bara söngkona, þannig sé, og það er mismunandi fólk að gera músíkina. En ég saknaði stundum að vera í svona bandi, mér finnst það rosa gaman. Því það er einhver önnur dýnamík, þú ert sem ekki að hlusta, þú ert með playback, það bara setur eitthvað lag á stað og syngur yfir. Og þá er það alltaf, lagið er alltaf eins, eða fattur þú, en ef það er lifandi, þá er eitthvað svona núningur og samtal og ég hef líka gert þannig projekt sem bara, ég hef verið í svona experimental noise projektum út í Berlín og svona, það sem að egoið mitt bara alveg er ekkert, skilur. Þá er maður bara að gera eitthvað með öðrum, eitthvað dót, sko. En mér áskæði þetta við Sigga Ólafs plötuna af því að þú gerðir hana Já, ég gerði hana ein, já. Gerðir hana allir sjálf, já. Og söng ekki nema bara 2 lög. Þetta er geðveik plata, sko. Já. Mér langar að gera meira svona núna. Já. Mér langar aðeins að taka, sko ég ætla alveg að halda fram að syngja, af því það er komið aftur gleðin að syngja. En ég er líka að gera tónlist með vinkonu minni núna, sem heitir Líó, hún er að koma í heimsókn til Íslands. Það er bara svona, við erum bara að spila hljóðfæri sem við kunnum ekkert endilega á. Mér finnst það geggja. Já, það er ógeðslega skemmtilegt. Mér finnst bara maður með að gera sem maður vill. Auðvitað. Þó maður kunni það ekki, endilega. En svo kannski er einhver FIH tónlistamæður alveg brjálaði núna bara, hvað meinar hún? Hvað meinar hún? Nei, ég meina bara svo gaman að skapa bara. Já, og líka það sem mér er svo skemmtilegt er að gera bara eitthvað svona alveg nýtt og einmitt eitthvað sem ég kann ekki og eitthvað sem er svolítið svona ögrandi fyrir mig. En sko eins og Siggi Óla, sko ég tók upp hluta tónlistin út í Berlín og gerði eina tónleika þar sem að svona live tónleika og rosa gaman og svo fór ég til í residency í Þingeyri sem var geðveikt. Mér langar líka að búa á Þingeyri. Ég elska Þingeyri. Þingeyri er bara, ég veit ekki af hverju ég elska það svona mikið. Já, ég elska það. Jú, ég veit af hverju. Gísla sagði Sússonar gerist þar. En ég, þú elska það. Það er svo fallegt þar. Geðveikur. Þú slá óleiklegt, en já. En öll vötn leiða til Dýrafjarðar og það var bara snjór og hrafnar út allt. Ég bara vaknaði hverju mótni og það var bara einhverju krummar fyrir utan húsi bara og alveg að spjalla og sundlaug og þeir lesa sko ljóð í sundlauginu alltaf á föstum. Það var alltaf kaffi og ljóðalestur. Wow. Geggja töff og það var mikið svona 60 plus meðalaldur og fólk er bara alltaf að segja góðan daginn og eitthvað. Ég var að elska að vera og þá er ég bara með fullt af hljóðfærum og tók bara upp eitthvað og lék mér og allar nætur að leika mér og svo bara klippti maður og editeraði, þú veist. Þú myndir elska að gera eitthvað svona held ég. Er það ekki? Vera bara með fullt af hljóðfærum. Jú, ég myndi fíla það nefnilega. Vera bara, og ég var bara ein í mánuð að gera þetta. Ég er alltaf búin að reyna að fá körfur og og hann Inga Garðar til að gera plötu með mér. Já,
Körfur þetta mikill mestari. Það bara mjög erfitt að þeir hafa enga trú á mér, sko. Nei, þeir hafa engan tíma held ég frekar. Ég alltaf að reyna að plata Körfur í eitthvað. Körfur, halló. Körfur. Hann bara svo busy. Já, ég veit það. Hann að kenna óslega mikið. Rosa mikið busy. En þú veist, ég var bara með einhvern mixer og einhverjar og það var rosa indælt tónlistakennari sem heitir Jón Finnsson eins og fyrsti fórstinn og hann og konan hans í svona víkingavísna bandi einhverju sem og hann smíðar lágfiðlu og íslenska fiðlu og hann að smíða svona gömul og hann lánaði mig þannig líka sem reynda fór ekkert á plötuna og lánaði mig fullt af hljóðfærum og einhverjum græjum sko og svo var einhver annar Týrivinur minn lánaði mig líka einhverja græjur og ég var bara með fullt af drasli að taka upp og svo fór ég til Perú, það ímyndaðir, þú veist bara frá Þingeyri og snjór Geðvegt. Svo bara eitthvað New York og Mexico, Perú eða þú veist Mexico bara flugvellinum í klukkutíma eða eitthvað en mér langast til Mexico, ég elska hvernig fannst þetta þorp? Ég skil ekki það svo, býtu, gerir þetta fyrir svona 6 árum þegar þú fært til Perú, eða ekki? 2019 eða 2018, já, svoleiðis, já, það 6 ár síðan já. Hvernig fannst þetta þorp? Þú veist, hvernig vissir þú hvert þú ættir að fara? Fannst þetta bara netið? Hvað þorp? Svo fórst í? Þetta fór út allt. Já, en þú veist eins og þetta Ayahuasca, hvernig vissir þú hvert þú ættir að fara á? Sko, ég fekk rosa góð ráð nefnilega frá einhverjum sem hafi ferðast svona, sem sagði við mig, vertu bara með svona, kannski 3 eða 4 einhverja punkta, því þetta alveg 3 mánuði, skilju. Vertu með einhverja svona punkta, hvar þú byrjar, hvar þú endar, eitthvað sem þú verður að gera, eins og ég varð að sjá Machu Picchu. Mér langaði það, fara hann upp og Ingaþorpið. Þú veist, vertu með einhverja svona fasta punkta, en hafðu opið space fyrir eitthvað geti bara gerst, sem þú veist ekki að sé að fara að gerast. Og ég var búin að finna sem sagt, ég var í svona Noise Experimental Residency í Lima sem 10 milljón manna borg og bara eins og hver önnur stórborg samt en það var við hliðin á favelas sem sko fátækasta fólki býr bara í einhverjum kössum og rosa hættlut hverfi, ég mátti ekki fara út bara eftir klukkan 6 eða eitthvað, það voru ógeðslega taugaveiklur reyndar, ég hefur verið alveg safe þarna en þar byrjaði ég og þá bara kynnist maður einhverju fólki í gegnum það og svo var ég búin að finna svona ökológi, svona fólk sem að smíða hús og svona flöskum og jarðleir og endurvinna og búa til svona eitthvað svona earth houses og þá voru bara svona einhverjir indjánapönkarar og ógeðslega sætistrákar sem voru bara algjör pönkarar og ég var auðvitað að gera útastátt líka. Ég með svona útvarp sem heitir Radio Mix Cassette og ég var búin að hafa sambandi þá á netinu, þannig ég var búin að rannsaka eitthvað svona. Radio Mix Cassette, það á netinu? Það á Mixcloud, já. Og það skrifa svona radio og svona lína, mix lína, alveg fáralegt, finnur þetta aldrei neitt. En gerði þetta bara á þannig og veit ekki hvernig ég að breyta það, en hvað heitir þetta? Hyperlink. Allavega, ég var búin að finna þessa stráka og þetta fólk og þar kynnist ég sjálfboðaliðum frá Ameríku, svona hippastelpur og þær að fara í Sacred Valley og ég elti það, eða fyrst ég fer að hitta þær. Það var svona óvænta. Og svo ég ógeðslega lengi að í þessu Sacred Valley, það sem sagt svona hippa nýlenda, það sem þeir sko nýjaldar hippanir segja að það einhverju 3 staðir á jörðinni sem myndi eitthvað svona þríhyrning og þetta einn af þeim stöðum og þetta búið að vera hippa nýlenda síðan 60s. Þess að fólk kemur og tekur psychedelics og eitthvað svona og mér fannst þetta æði fyrst, ég var bara, mér fannst þetta æðislegt fyrst, var bara, þess að gaman, en svo allt í einu fór ég að sjá svona darkness í þessu, þetta rosa svona segregated, svona hvíta vestrana, eða þú veist ekkert endilega hvítt fólk, en bara vestrana fólkið versus lokal fólkið, þetta gengur allt út á auðvitað pening en ég festist þarna, var hann í 14 daga, það var svo langt 14 daga, en hjá æðislegri Mama Adele sem var svona bed and breakfast kona sem var geggjuð svona kaþóliki grassalæknir típa og já, hvað voru að tala um? Já, og sem sagt þannig já, sumt var svona óvænt og sumt, þú veist, og svo bara googla maður að lesa til og ég mæli með því til dæmis eins og ég tók ayahuasca hjá bara
fólki sem með mikla reynslu og voru alveg hippar, en það eitthvað svona öryggis, þú veist, það eitthvað fólk að passa upp á og fatturðu, ekki bara gera það með einhverjum. Ég veit það. Og ég var alveg búin að fá eitthvað svona, þú veist, fólk búa, eða hvað segir maður, fá staðfest þetta væri örugt fólk, skilurðu, og með mjög flotta aðstöðu og svona gat gist og allt svona. Þannig að, og svo langaði mér svo að halda páskana, þú veist, að því ég er páskabegga, ég elska páskana, ég elska þarna þegar Jesú deyr og lifna við, veist það geggja. Ég veit ekki ekkur, ég bara með eitthvað. Þannig að, og ég hefði gert gríska páska og mér langaði svo að gera páska þarna, þannig að, og þá bara að því ég hefði kynst einhverju fólk í Líma, þú veist, þá tengdi það mig við eitthvað fólk sem ég gæti farið og skilur ég haldi páska með. Og páskar eru klikkar í Perú, sko, geggjastuð, sko. Það er bara 2 vikur eða eitthvað. Og heil vika bara hverju kvöldi tónlist og bara eitthvað partí og svona menning og svo geggja. Og þau gera svona, en á skírdag, þá gera þau svona risa, svona eins og mandulur, þú veist. En það er ekki eins og mandulur því leita svona búið til úr dufti. Gera svona, allir krakkarnir og allir skólarnir gera svona eins og Jesú myndir. Þú veist, María Mey og eitthvað, nefnir allt úr eitthvað svona lituðu blómadufti, svona muldnu, þú veist, og svo þetta út allt og maður lappar þarna á milli, þú eru alltaf að koma naldus þegar maður vill ekki skemmi þetta, og svo kemur bara rigning og þetta bara fer allt, eins og mandulurnar, ég elska það. Já. Öll þessi vinn og allt þetta búið að setja svo mikið kærleiki í þetta, og svo þetta bara, þú veist, já, hverfult. eins og Dalai Lama gerir, hann bara, fyrir gegnum, ógeðslega flott, og svo var þetta á föstudaginn langaði Jesú. Nei, það var kannski ekki þegar hann er dáinn föstudaginn, ég man ekki, allavega hann einhver dagur þess að hann segir að labba með eitthvað plast Jesú og þetta er svo fyndið, ég elska þetta. Þú veist, fólk með kerti grátandi með eitthvað plast Jesú, svo kom ógeðslega mikið rigninga með þetta og þurftum öll að labba aftur á bak, þetta var svona felín í bíómynd. Ógeðslega gaman. En já, það var mjög gaman, páskarnir voru æði. Og svo bara fór ég heim. Ég var mest í fjöllunum, sko. Hérna, Líma er rosa mikið kakkalakkar og alveg bara taugaáfall, sko. Ég var bara taugaáfall alltaf. Ég ætlaði að fara til Amazon og hætti við það þegar ég svo hrædd við skordýr. Ég ætla að gera það kannski seinna. Ég dett svona út, sko. Þú ert ekki dett út. Þetta er ADHD. Þú ert ekki dett út. Er það ekki? Við erum líka bara fara að detta hérna á... Ég er eitthvað svona að horfa ykkurum. Við erum að fara við erum búnar. Mamma. Hæ, sonur. Nei, við erum búnar. Já, og mátt segja hæ við alla, sko. Hæ, future boyfriend. Þú gerir svona. Er ég ekki með varalit? Jú, er með varalit. Heyrðu, hvað gaman að fá þig í Grimm og Snar. Já. Þú ert nú líka búin að hlusta á Grimm og Snar. Já, ég hef líka búin að segja oft nei og svo allt í hennu einmitt í nýju tímalínunni. Manstu, því ég vaknaði niður í tímalínu og ég held mér þess að ég mér þess að sagði já og þú var svo vönið ég sagði nei og þú fattar ekki að ég hefði sagt já í alvöru, af því að svo kom ég alveg bara, hvenær á ég að koma og þú bara, ha? Já, þú veist ekki, það bara, þú er svo vön. Ég er búin að reyna við í, hálft árið eitthvað? Já. Nýja tímalínan. Hamnar, já, ég vona, ég hoppa á rétt á tímalínu. Ætli það sé kannski þess að þú sást ekki jáið, af því þú ert á slæmri tímalínu. Þannig að það var bara já og þú eitthvað, það var eitthvað tímalínu, það voru 2 tímalínur samhliða í jólin. Já. Ég er ekkert einum að hafa verið að sjá þetta og ekki bara einhverjir á YouTube eða eitthvað, heldur, þú veist líka bara Íslendingar. Fólk að tala með þetta, það að svissa svona milli lína. Já. Hoppa milli lína. Já, ég datt aftur á hérna. Já. Sem er eitthvað svona 3D. Já, já. Já, ég vona, ef þessi ADHD-leg virka, þá getur þess vegna, sko, er til dæmis eitt sem, sko, að því nú er ég stundum á erfitt með slappatökunum og erfitt, sem langar alltaf að leysa allt og hratt, ég hef ekki tíma á stundu til að bíða eftir að leysa þetta sjálfur sér, en ég er búin að fatta, maður getur líka reynt að leysa hlutina í aðrinari vitt, þú veist, eins og bæn er þannig, þú veist, bæn er bara, já, ég man einhvern veginn, rosalega sammála þessu, þá byrja ég bara að biðja alltaf fyrir honum og
þú veist, einhverju konu sem maður var að hitta sem ég var ógeðslega reið út í og svo var ég bara alltaf guð blessi þig og þú veist, ógeðslega erfitt að því ég var reið út í en þá bara mildar, Ég hef gert þetta líka við sambandsslit og það bara læknar einmitt í annarri vít. Í annarri vít, já. Hún kemur inn og ég er rosa með spænin, bara eitthvað svona. Bænin er geggjuð. Já, hún er geggjuð. Já. Alveg sama hvað maður trúir á eða, þú veist. Algjörlega, Já. algjörlega. Þú veist, það þurfa ekki einu svona að vera trúabröð, bara að. Nei, því ég held að það er ekki að vera trúabröð, þú veist að setja intention og þú veist, það er bara eins og hugleiðsla líka og allt, þetta er bara allt geggjað. Og ég held líka maður eigi að boldly biðja það sem maður vill, heiminn og skrifa bréf til heimsins eða tala við heiminn. En bæn er kannski örvísi að því bæn er svo oft og maður tekur egoð sitt frá svolítið oftast þegar maður er að biðja, þá er maður að biðja fyrir einhverju öðru en sjálfum sér. Það er eitthvað algjört matsikið, sko. En menna getur líka bara verið eitthvað, þú veist, ef að við myndum rífast til dæmis og við myndum ekki vilja hittast og brjálar til hver aðra, þú veist, þá getur maður prósessa svo margt með því einmitt í öðrum vittum bara, biðja, jafnvel tala, jafnvel rífast, vera bara eitthvað, ég er bara brjálið út þig, þú veist, eitthvað heima bara. En er þetta best að leysa hlutina bara. Vittirnar. Já. Oh my god. Það er ekki að koma aftur, í þessu gaman. Jú, það er að koma aftur. Kemur aftur ári. Það var ekki, ég var búin að undirbúa vetur. Ok. Já. Það þarf samt ekki að undirbúa þessu fyrir. Nei, það þarf ekki að undirbúa þessu. Og bara frjáls gasa. Já. Hlægi bara, þetta er ekki fyndið, þetta er alvöru mál, en ég bara, já, frjáls Palestína. Já, cool. Já. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Hvað er núna að gerast? Segir maður bless eða eitthvað? Nei, þetta er bara svona. Þetta er bara svona Sjóna, þetta verður örugglega í lokin svona fjarar út. Fjarar út. Svo klippur hún Laufey, takk Laufey. Ætli hún hafi heyrt, Mæja minn söng allt viðtalið. Hvað er máli? Ég hef aldrei lent í þessu. Það var bara Það er næsta plata, Sigga Olsson. Magasöngur. Fyrir ekki, ég er svo silly skapi. Það heyrist ekki. Og ef það heyrist, ég er alltaf rópandi í þessum þáttum. Hefur ekki tekið eftir? Ertu alltaf hvað? Rópandi? Já, nei, ég hef aldrei tekið. Já, takk fyrir mig. Já, verður eru góðir. Takk fyrir að koma. Já, ég hef búin að segja það. Ég voni ég hafi ekki orðið mér fífli. Nei, ekki neitt. Ekki neitt, nei.